Þrjár stúlkur af Selfossi sýndu þolfimi. Ármenningar eiga hinn snjalla Guðjón Guðmundsson sem var íþróttamaður fimleikasambandsins á síðasta ári. Guðjón margfaldur Íslandsmeistari og verið í fremstu röð í fimleikum í mörg ár. Gerpla úr Kópavogi með kraftmikið starf og það voru 63 sem tóku þátt í þessu atriði sem að gerplumenn nefndu gáska. Fjórar stúlkur úr Björk sýndu atriði sem það nefndu nútíð og þátíð ásamt þjálfurum sínum. Glæsilegt atriði og ekki ónýtt fyrir fimleikastúlkurnar að hafa þjálfarana með. En Keflvíkingar voru með fjölmennasveit í Laugardalshöllinni í síðustu viku. Þetta atriði nefndu Keflvíkingar græna fætur. Níu stúlkur úr Gerplu sýndu atriði sem við nefndu Santana eftir gítarleikaranum Carlos Santana. Fallegt atriði enda þetta stúlkur í fremstu röð í fimleikunum í dag. Stjarnan og Garðabæ nefndi þetta atriði leik að gjörðum, níu stúlkur að sýna hér hvað þær hafa lært í vetur og á undanförnum árum. Og þá er röðin komin að ármenningum. Þær nefndu þetta atriði taktur, 12 stúlkur að sýna. Rúnar Alexandersson heitir þessi piltur. Hann hét áður Ruslan Ovtchennikov, nú kominn með íslenska ríkisborgararétt og æfir hjá Gerplu í Kópavogi. Frábær íþróttamaður og hann fékk mikið klapp fyrir þessar æfingar hér. Sannarlega piltur sem vert að fylgjast með í framtíðinni. Hann stefnir nú að því að komast á Ólympíuleikana í Atlanta í Bandaríkjunum og keppi þar fyrir Íslands hönd. Það var mikil tilfinning í atriði stjörnustúlkna, 10 stúlkur úr Stjörnunni í Garðabæ sýndu atriði sem við nefndu á valdi örlagana. Mikil og góð túlkun og glæsilegt atriði. Og þá var komið að lokaatriðinu, það var fimleikadeildin í Keflavík sem það sýndi og það voru kannski vel á því mikil og öflugt starf fimleikadeildarinnar í Keflavík og þar með lauk þessari glæsilegu sýningu í Laugardalshöllinni.